Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 21. september er 14. sunnudagur eftir þrenningarhátíð. Þema dagsins er þakkláti samverjinn, eining í Kristi. Lexían hvetur okkur til að lofa Guð alheimsins sem gerir hvarvetna máttarverk. Í pistlinum hvetur Páll menn til að lifa í andanum. Og í Guðspjallinu læknar Jesús líkþráa menn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Lúkasi 17. kafla. Svo bar við á ferð Jesú til Jerúsalem að leið hans lá á mörkum Samaríu og Galíleu. Og hann kominn í þorp nokkurt mættu honum 10 líkþráir menn. Þeir stóðu álengdar, hófu upp raust sína og kölluðu: Jesús, meistari, miskunna þú oss. Jesús sá þá og sagði við þá: farið og sýnið ykkur prestunum. Þeir héldu af stað og nú brá svo við að þeir urðu hreinir. En einn þeirra sneri aftur hann sá að hann var heill orðinn og lofaði Guð hárri röstu. Hann féll fram að fótum Jesú og þakkaði honum. Jesús sagði: urðu ekki allir 10 hreinir? Hvar eru hinir 9? Urðu engir til þess að snúa aftur og gefa Guði dýrðina nema þessi útlendingur. Síðan mælti Jesús við hann: stattu upp og far leiðar þinnar, trú þín hefur bjargað þér. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins er þakkláti samverjinn, eining í Kristi. Leið Jesú lá á mörkum Samaríu og Galíleu þegar hinir 10 mættu honum. Á meðan þeir voru sjúkir, urðu þeir að halda sig í ákveðinni fjarlægð frá öðru fólki. Því hrópuðu þeir til Jesú. Hróp þeirra segir sögu. Þeir hefðu ekki hrópað ef þeir hefðu ekki verið búin að frétta af þessum meistara sem læknaði fólk. Hróp þeirra gaf til kynna von að Jesús vildi lækna þá og hrópin fólu einnig í sér trú á að hann gæti það. Þeir héldu hópinn því að líkþráin sameinaði þá. Þarna sameinuðust í einu andartaki trú, von og kærleikurinn sem Jesús sýndi með lækningunni. Jesús spurði þá einskis, hvorki snerti þá né sagði einhver lækningarorð, aðeins: farið og sýnið ykkur prestunum. Þeir urðu að vera hreinir áður en þeir kæmu til prestana, sem áttu að skera úr hvort þeir væru lausir við veikina. Jesús talaði og það varð. Hann er orðið sem var Guð. Kraftur orðanna fékk þá umsvifalaust til að hlýða og leið og þeir trúðu orði Guðs, urðu þeir hreinir, læknaðir, en aðeins einn þeirra sneri við. Hann lofaði Guð og þakkaði Jesú. Hann var samverji. Kannski voru allir hinir frá Galíleu og gyðingar. Samverjar voru mjög blönduð þjóð. Þeir viðurkenndu aðeins Mósebækurnar sem heilaga ritningu. Gyðingar töldu þá óhreina og vildi ekki hafa nein samskipti við þá. Allir höfðu mennirnir trú á lækningunni, en aðeins sá sem var fyrirlitin af nágrönnum sínum í Galíleu sneri við, féll fram fyrir fótum Jesú og sýndi sanna lotningu. Höfðu hinir 9 ekki líka læknast? Jú, en aðeins þessi útlendingur, sagði Jesús, þakkaði Guði. Var Jesús rasisti?
Nei, en hann gaf ákveðna yfirlýsingu með þessu orðalagi. Útlendingur var sá sem var ekki í þjóð Guðs. En með þessu sýndi Jesús að Guð er Guð allra sem trúa á hann. Frásögnin staðfestir að trúin á Guð læknar. En hér þarf að staldra aðeins við. Trúin læknaði alla mennina, 10 talsins. En orð Jesú, trú þín hefur bjargað þér, fela í sér annað og meira en lækningu á sjúkdómnum. Það að samverjinn sneri við og lofaði Guð fyrir lækninguna gaf honum líka eilíft líf. Það er sú trúin á að lækningin kæmi frá almáttugum Guði sem Jesús segir að hafi bjargað honum. Sú trú gerði hann að barni Guðs og við þurfum líka að snúa okkur til Guðs til þess að trúin geti bjargað okkur. Lexían hefur einmitt áminningu að við skulum lofa Guð alheimsins, Guð sem gerir hvarvetna kraftaverk og muna að þakka fyrir miskunn hans og blessanir sem veitast okkur út ævina. Margir taka þessum blessunum sem ótrúlegri heppni eða hreinni tilviljun en ættu að þakka Guði. Ef við leyfum Guði að vera með okkur, þá verður hann með okkur. Páll skrifar í Galatabréfinu að við eigum að lifa í andanum, heilögum anda Guðs, því að þá séum við ekki undir lögmáli. Hann skrifar að ávöxtur andans sé kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og sjálfsagi. Athugið að orðið ávöxtur er í eintölu. Trúin gefur af sér einn ávöxt sem er kærleikur og kærleikurinn veitir gleði, frið, langlyndi, gæsku, góðvild. Kærleikurinn er mestur því að honum fylgja svo margir góðir hlutir. 10 menn fengu lækningu á sjúkdómi sem var ólæknandi á þessum tíma. Sjúkdómi sem einangraði fólk frá fjölskyldu, vinum og samfélaginu. Sjúkdómi sem svipti þá sjálfstæði. Lækningin var kraftaverk. Voru hinir 9 ekki þakklátir? Sagan er áminning að sjá og viðurkenna verk Guðs. Samverjinn sýndi þakklæti sitt, en ég verð að viðurkenna að ég man ekki alltaf eftir því að þakka Guði strax fyrir þær blessanir sem hann gefur mér og ég hef örugglega gleymt því mörgu sinnum. Á þessum tíma töldu menn almennt að hvers kyns sjúkdómar eða föllun væri merki refsingu og reiði Guðs. Sjúkdómur eins og holdsveiki sundraði fjölskyldunni sem var hið félagslega kerfi þessa tíma, samheldni og samvinna sem skapaði einingu. Og eining kallar á nauðsyn þess að skapa traust til þess að geta lifað í sátt og samlyndi. Við áfall gat þetta kerfi hrunið. Hvar var þá hjálp að fá? Við munum eftir lamamanninum sem var látið síga niður til Jesú í gegnum þakið. Kannski átti hann aldraða foreldra sem gátu ekki borið hann, því að það voru 4 vinir hans sem báru hann til Jesú. Önnur frásögn segir að við sauðahliðið í Jerúsalem hafi legið fjöldi sjúkra manna, blindra, haltra og lamaðra, sem biðu þess að engill drottins hrærði vatnið í lauginni. Allt þetta fólk varð að treysta á aðra til að hjálpa sér. Fjölskylda og vinir voru þess vegna það dýrmætasta sem fólk átti og það sama gildir fjölskyldu Guðs. Að skapa einingu í Kristi,
að geta liðið vel í samfélagi við aðra trúaða, því að trúin á Guð á að sameina kirkjuna. Trúin á hann og að þjóna samkvæmt orðinu á að vera aðalatriðið. Páll postuli skrifaði: hafið frið við alla menn, að því leyti sem unnt er og á okkar valdi. Fagnaðar erindið er friðar boðskapur, að elska Guð og elska náungan. Og í spádómum Gamla testamentisins var Jesús kallaður friðar höfðingi. Og Páll skrifar að Jesús sé friður okkar. Því að með fagnaðar erindinu er öllum sem vilja trúa á hann boðið að koma í ríki Guðs. Það þarf engin inntökupróf í kirkjuna, því að það er Guðs en ekki okkar að dæma trú annara. Þegar Jesús undirbjó lærisveinana til að standa á eigin fótum, og við getum tekið þessi orð til okkar, þá sagði hann: frið læt ég ykkur eftir, minn frið gef ég ykkur. Ég gef ykkur ekki eins og heimurinn gefur. Hjarta þitt skelfist ekki né hræðist. Því að hann gefur frið og einingu og er mitt á meðal okkar. Já, þeim að í dag er þakkláti samverjinn eining í Kristi. Lexían hvetur okkur til þess að lofa Guð, því að leið og við lofum Guð, þá viðurkennum við máttarverk hans, sjáum og upplifum sköpunarverki á annan og dýpri hátt. Við finnum fyrir smæð okkar og hversu breysk við erum. En þó við gleymum oft að þakka Guði fyrir blessanir hans og handleiðslu og tökum mörgu sem að höndum ber sem sjálfsögðum hlut, þá vitum við að Guð fyrirgefur okkur það. Hann er með okkur og leiðir okkur á meðan að við réttum út hendina til þess að leiða hann. Kappkostum því að varðveita einingu andans í bandi friðarins, skrifaði Páll. Keppum þess vegna eftir því sem til friðar heyrir og eflir samfélagið. Og einingin, segir hann, að fáist með lítillæti, þolinmæði og kærleika til annara. Friður sé með yður voru fyrstu orði Jesú þegar hann birtist lærisveinunum eftir upprisuna. Friður gefur mönnum tíma til að íhuga lífið og tilveruna og samband sitt við Guð. Friður veitir vellíðan og Guð vill að okkur líði vel, að við lifum án ótta átök og það óöryggi sem fylgir ófriði. Líkþráu mennirnir í Guðspjallinu lifðu við mikið óöryggi, einangraðir frá samfélaginu og þurftu að treysta á að einhver færði þeim mat eða betla. Húsaskjólið var ótryggt, kannski hellar sem voru opnir fyrir veðri og vindum. Lækningin breytti lífi hvers og eins þeirra, eða ætti ég að segja að það breytti lífi þeirra að hitta Jesú. En það myndmál notar Jesús einmitt yfir þá sem taka við honum. Þeir læknast af synd heimsins. Við mætum öll Jesú á lífsleiðinni, sumir á stund neyðar eða sorgar. Einhverjir mæta honum á hversdagslegum degi og enn aðrir á degi gleði og hamingju. Nærvera hans fyllir okkur kærleika og friði. Nærvera hans breytir lífi okkar og gefur lækningu sem bjargar. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.